Einu sinni var 27. þáttur. Einu sinni var jörðin. Og hvað svo? Hvað svo? Maðurinn forfaðir okkar reyndi að lifa í friði og spekt, en heimildir herma að skipulagsgáfa og fyrirhyggja hafi ekki verið hans sterka hlið. Íbúafjöldi jarðarinnar mun tvöfaldast á stuttum tíma og þá verður enn mikilvægara að vernda náttúruna. En hvað gott að njóta næðis. Lalala, 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 lalala. Stiltur. Ekki sem vest. Heyrðu mig nú. Ég náði þessum fiski, litli minn. Góðu með hann, góðu með hann. Heyrðu þinnu minn. Nei, hann náði fiskinum, ég var bara að spauga. Ég náði stórum fiski, ekki sem vest. Sjáðu, Spútnik er fyrsta gervitunglið. Á þessum árum þróaðist borgarmenning. Afleiðingar hennar gerðu brátt vart við sig heim allan. Sem betur fer ef maður óhultur heima. Heimur versnandi fer. Ég sé ekki fyrir endan á þessu. Verksmiðjur framleiða. Öllum liggur á. Það er þröng á þingi og mönnum liggur sífellt meira og meira á. Framleiðslan er í fullum gangi. Og markaðssetning gengur dável. En neytendur verður að móta. Kaupendur. Tugum saman. Milljónum saman. Tugmilljónum saman. Verksmiðjurnar verða að ganga. En sú fíla. Sás er best sem síðast hlær. Nú hefur orðið ótrúlegur viðburður. Fyrsti geimfarinn er Júri Gagarin. Tíminn er fljótur að líða góðu áhorfendur. 4 árum eftir fyrstu geimferðina sjáum við fyrstu geimgönguna. Alexis Leonov. Já, hérna. Hvar endar þetta? Ójú. Þarna. 5, 4, 3, 2, 1, oh! Hugsa sér. Jæja, nú er gengið á tunglinu. Hvílíkir tímar. Árið 1970 hafði læknavísindum fleygt fram. Íbúatala jarðar fór stöðugt hækkandi. Þar kom að hún tvöfaldaðist á 35 árum.
Þing sérfræðinga gerði viðvart. Fólksfjölgun verður að stöðva, annars eru jörðin hætt komin. Auðlindir hennar eru takmarkaðar og hún þolir ekki þetta álag. Þessu var ekki sinnt. 3 milljarðar manna biðu hungurdauða. Í velferðaríkjónum hélt ballið áfram. Úr Rínarfljóti streymdu daglega 60 milljónir tonna úrgangs í Norðursjó, 1 tonn á íbúa. Og verksmiðjurnar héldu áfram og áfram. Loksins berst menningin hingað. Hvað er þetta? Hýtar þetta? Það er nú laglegt. Það heldur matnum heitum. Sjá fína dótið sem við fáum. Og hér sjáu þið kvöldklæðnaðinn. Þetta er endemist drasl. Í fljótið með það allt saman. Það er ófært að synda hér. Eitthvað verður að gera. Og verður eitthvað gert í málunum? Árlega bárust í sjóinn 2300 tonn af blýi, 1.600.000 tonn af mangani, 6.500.000 tonn af fosfór, kadmíumi og öðrum eiturefnum. Lengi héldu menn að sjórinn tæki endalaust við. Sástu þetta, stjóri? Nei, heyr á endemi. Þeir eiga græjur sem við eigum ekki. Kjarnorku, flugskeyti, gagnflaugar og Guð má vita hvað. Ég vil fá meiri græjur, meiri græjur. Meira! Við gerum betur. Við gerum meira! Þarna sjáu þið þeir eiga fullt af græjum sem við eigum ekki. Kjarnorku, flugskeyti og gagnflaugar. Þetta gengur ekki. Við erum sterkari. Hendið gamla draslinu á haugana. Jæja, drengir. Við verðum að hreinsa þetta allt saman.
Nú leggjum við í hauginn. Ráðumst til atlögu, drengir. Loksins kemur liðsauki. Enga miskunn. Fram að þessu höfðu öll efni brotnað niður og hringrás lífsins gengið sinn vana gang. Nú var tíðin önnur og sorpmagnið tífaldaðist hvern áratug. Árás, árás! Hjálp, flýjum! Borgir uxu upp á við, svo þær eru ekki undir. Allsherjar útkall, við segjum sorpi, stríð á hendur. Eru til skýringar á þessu? Jú, forfeður okkar komust að í 5 öldum áður að jörðin væri kringlótt og auðlindir hennar takmarkaðar. Við erum umkringt hraðbrautum og verksmiðjum sem byrgja okkur himnasýn. Lítið í kringum okkur. Hvað höfum við gert náttúrunni? Árið 2030 verður samfellt þéttbýli frá Genúu til Marseille, frá París að Ermarsundi. Rínardalur verður ein borg og einnig Holland og Suður England. Frá Tókjó til Kyoto breiðir 100 milljóna manna byggð úr sér. Skógar verða horfnir, tré öll höggvin og jarðvegur upp urinn. Jörðin varð til fyrir 5 milljörðum ára. Löngu síðar hófu menn að ganga uppréttir. Þá voru þeir milljón talsins. Fyrir 25.000 árum voru menn 3 milljónir. Við Kristburð voru þeir orðnir 250 milljónir og 450 milljónir árið 1500. Frá Kristburði til ársins 1500 tvöfaldaðist íbúafjöldi jarðar tæplega. Svo tvöfaldaðist hann á 350 árum, síðan á 1 öld og nú á 35 árum, eða 1 kynslóð. Árið 2010 verða jarðarbúar 7 milljarðar. 14 milljarðar árið 2040 og 28 milljarðar árið 2070. Fæðingartíðni lækkar í þróuðu löndunum en árið 1974 neituðu þjóðir þriðja heimsins að takmarka fæðingartíðni sína enda veltur máttur þjóðar á fjöldanum. Og allur þessi tími og öll þessi þróun. Það tók jörðina 5 milljónir ára. Óratíma
að skapa manninum lífsskilyrði. Á einni öld manninum að takast að tortíma því öllu af skammsýni og fyrirhyggjuleysi sínu. Já, skammsýni og fyrirhyggjuleysi. Við viljum vinnu, við viljum mat, við viljum vinnu. Þið voru boðaðir hingað til að skoða hráefnisbirgðir okkar. Já, hráefnisbirgðirnar. Hafðu ekki áhyggjur, herra forseti. Lítið á línuritin og tölvuspárnar. Niðurstöðurnar eru hræðilegar á öllum sviðum. Auðlindir okkar eru að ganga til þurrðar og kreppa blasir við. Efnahagsástandið er bölvanlegt og þið segið að allt sé í himnalagi, að það sé bara allt í himnalagi. Tölvunum seinkar verk okkar. Vesen. Árangur. Og allt gengur vel meðan sérfræðingarnir lítur við. Allt er í himnalagi, allt er í himnalagi, 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 himnalagi. Við viljum vinnu, við viljum mat. Við viljum vinnu. Ég veit, ég held ræðu. Óvinir okkar, hringmennirnir, eiga sök á öllum vandræðum okkar. Ég segi þeim hreint út að hætta óvinsamlegum aðgerðum og súpa seyðið af því ella. Ástandið er alvarlegt, kannið byrðirnar, auðlindir okkar eru senn uppurnar. Hvað er til ráða? Hvað er til ráða? Hvað er... Allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, allt er í himnalagi, himnalagi, himnalagi. Nú held ég ræðu. Óvinir okkar, ferningsmenn, eiga sök á vandræðum okkar. Nú gefast þeir upp eða taka afleiðingunum. Það kæmi sér vel ef nágrannar okkar í norðri útrýmdu hverjir öðrum. Þeir eru ekki mjög skarpir. Mér dettur ráð í hug. Höfum ofana fyrir landsmönnum með því að láta það ýta sorpinu til grann okkar. Það var ábragðshugmynd. Góðir tvíkeilungar, nú söfnum við liði og frelsum föðurlandið. Ítum nú öllu sorpi aftur til óvinarins. Fram til sigurs. Gott á þér, stjóri. Fram til sigurs, góðir tvíkeilungar. Hætta, hætta, hætta! Hernaðaryfirvöldum gert viðvart, í þetta innrás, tvíkeilungar ýta sorpi sínu hingað. Ástandið er alvarlegt, herra forseti. Ítum sorpinu þeirra aftur á landsvæði þeirra. Ástandið er alvarlegt, herra forseti. Ítum sorpinu yfir á landsvæði þeirra. Mér dettur ráð í hug. Ég vil ekki heyra það. Við viljum vinnu, við viljum vinnu, við viljum mat, við viljum vinnu, við viljum vinnu. Hvað var að segja þetta í hug? Þetta er snjallaræði. Eina smásprengju á ferningsmenn og eina á hringmenn og þá fá allir í am. Lertu aldrei þessu vant. Þeir kenna hverju öðrum og útrýma hverju öðrum, þá náum við heimsyfirráðum, ég. Júhú, júhú, júhú. Komum okkur að verki. Allt er klárt. Menn hafa löngum látið handalögmál skera úr deiluefni sín. Er frumskógalögmálið svona ríkt í mönnum? Er þetta dægrastytting? Hvað það? Tækninni fleygði fram í gegnum aldirnar.
Menn lögðu niður handverkið og gerðust æ stórtækari. Hugsunarhátturinn hafði ekki breyst frá steinöld, en tækniframfarir voru örar. Jæja, nú reynir á. Áratugum saman höfðu 60 þjóðir ráðið yfir kjarnorku. Hvað svo? Hvað svo? Þeir sem voru staddir út í geimnum komust einir af þegar hvellurinn varð. Til allrar hamingju voru meðal þeirra einstaklingar sem skildu að einingin ein gat bjargað mannkyni frá útrýmingu. Þetta voru einkum vísindamenn og hugsuðir. En einnig voru þar hermenn. Þetta er ögrun. Já, Ég mótmæli, þetta er valdníðsla, ég gefst ekki upp og hana nú. Út með ykkur! Já, ég skal fara, en ég veit að ég hef rétt fyrir mig, ég veit það. Brátt leystist af vandamál, því miður réðu mannvinir ekki heiminum. Á gervitunglinu Antares var stofnuð ein þjóð, hvítra, gulra, svartra, ferninga og hringa, eitt samfélag manna. Allir höfðu jafnan aðgang að auðlindum og búnaði. Þetta samfélag gekk fyrir óþrjótandi sólarorku. Í dag mun ráðið kanna getu okkar til framleiðslu matvælan. Nú er svo komið að við takmörkum fæðingar, dauðsföllum fækkar og við bíðum. Eftir hverju bíðum við? Við bíðum þess að jörðin kólni og jafni sig svo að menn geti búið þar á ný. Í dag eigum við að mæla geislavirkni jarðar eins og þú veist mæta vel, Petra. Heldur þetta ástand vari lengi? Lítt á. Enn er allt of mikið af strontíum í 90. Þetta tekur nokkra áratugi enn. Það er langur tími og lífslíkur manna aukast lítið. Nú hefur nokkrum okkar verið komið í dvala. Við leitum af byggilegum hnetti. Fróði telur að við séum á réttri braut. Er allt klárt? Reynum svo að vera skynsamar en síðast. Nei, þarna fyrir hlunkur. Gangiði vel. Hann hlunkur kallinn alltaf að leita hnetti. Nú förum við heim, leiðangrinum er lokið. Þessi framtíðarsýn kann að virðast bölsýnisleg, en kannski dugir hún ein til að vara niðja okkar við hættunni. Ef allir menn gætu sýnt aðgát nú, við verðum að bjarga okkar fögru jörð. Afi! Maður, burt með þetta. Hvað ert eitthvað óhress? hvað gengur á? Allt í lagi. Já, það gerst vel, já. Góði hirtu dósina sjálfur. Sá er fljótur að læra. Við skulum leika okkur.